2003. Þá var ekkert jólatré, við dönsuðum í kringum gamla kú. Baðstofan var böðu kertaljóma hátt og lágt og alla sálmana við kyrjuðum svo kátt. Jóhanni krummi, hundur, svín og ær og kýr og húsbændur og hjú. Þegar kom að gjöfunum þá settust börnin öll og höfðu hljóð. Því frest hafði að suðan kæmi upp í potti Grýlu ansi fljótt. Og börnin urðu glöð þegar þau fengu klæðin ný, svo að þau færu ekki jólaköttin í. En Grýla fór á næsta bæ og hafði nóg að éta fram á nótt. Á jóladag við klæddum okkur upp og héldum jólamessu í. En við komum heim var ljóst að húsum hafði riðið fólsku því. Þjófar höfðu öllu rænt og étið okkar mat, og þar sem úti dyrnar stóru var stórt gat. Því jólasveina helvítin þeir voru ekki á þessum dögum klat. Láttu öskinn í friði, ég á hann. Hjörtrókur, snert ekki öskinn. Viljið koma þessu jólasveinum mér út strax? Ég er á náttúrlum. En núna víkur sögunni að jólahaldi 2012. Grýla hætt að éta börn og parkettið ekki moldargólf. Og jólasveinar gefa góðum börnum tölvuleik. En þau óþægu fá líka tölvuleik og hlusta ekki á afa sem að lýgur á við góða dátan sveik.